Undirskriftasöfnun hafin til að skora á velferðarráðherra að halda áfram niðurgreiðslum á tæknifrjóvgunum. Kostnaður einstaklinga við tæknifrjóvganir getur hlaupið á milljónum króna. Áramótin tók gildi ný reglugerð ráðherra sem kveður á að ríkið dragi úr niðurgreiðslum vegna tæknifrjóvgana. Áður greiddi ríkið 45% kostnaðar við fyrstu aðgerð og 65% við aðgerð númer 2, 3 og 4, en ekkert eftir það. Barnlausir þurfa nú að bera allan kostnað vegna fyrstu tæknifrjóvgunar sem þeir undirgangast. Samkvæmt verðskrá Artmetika, sem eina fyrirtækið á þessu sviði, hækkar kostnaður neytenda vegna fyrstu glasafrjóvgunar úr rúmum 250.000 krónum í 376.000 og vegna smásjárfrjóvgunar úr tæpum 300.000 krónum í 450.000. Þeir sem eiga barn fyrir fá ekki neina niðurgreiðslu nú en fengu 15% kostnaðar áður. Hér ótalinn lyfjakostnaður sem hleypur á tugum þúsunda. Algengt að frjóvgun takist ekki fyrr en í 4. tilraun. Ferlið getur því kostað vel á aðra milljón gangi það illa. Okkur bara hreinlega gróflega misboðið hvernig Guðbjartur Hannesson og velferðarráðuneytið kemur fram með fólk sem þarf á þessari þjónustu að halda. Það ókeypis að láta taka sig úr sambandi, það ókeypis að láta setja sig í samband, það ókeypis að fara í fóstureyðingu og svo fá þeir svona aðstoð eftir á við það, meðan að þeir sem gangi gegnum þetta fá enga þurfa að borga sína sálfræðiaðstoð sjálfir. Auk þess sem aðgerðir tengdar lífstílsskyldum kvillum niðurgreiddar. Ráðuneytið virðist ekki líta á ófrjósemi sem raunverulegan sjúkdóm, til dæmis fáist ekki afsláttarskírteini þegar greiddar hafa verið 29.000 krónur. Í raun sé sjúkdómurinn feimnismál og því sé þrýstingur á stjórnvöld lítill. Ég sjálf hef ekkert talað þetta við neitt í kringum og margir örugglega hissa að ég sé að koma fram í sjónvarpinu í dag. En þetta náttúrulega gríðarlegt mikið sálrænt stríð sem fólk þarf að ganga í gegnum. Og það svo mikið tabú að tala þetta og þess vegna stend ég hérna í dag og að tala við ykkur vegna þess að ég ætla að hætta að vera inn í skápnum með þetta.